Ok, LeBron James til Philadelphia. Ég held ég myndi aldrei segja þessu orð. Ég held ég myndi aldrei sjá þessu orð eða trúi þessu. Ég var einn af þess að var 100% viss að þetta Miami Heat League hafi verið satt. Fyrir það sem við viti ekki að þá var YouTube-direktorinn hjá Miami Heat var rekinn af því að hann líkaði að LeBron væri að koma heim af því að hann fór í frí og ákvað að gera til öryggis skyldan vera að koma að undirbúa það með presskonferens fyrir LeBron en svo ákvað hann fara til Philadelphia og mér fannst fannst að vera öllum líkindum að hann myndi fara annarkvort til Miami eða Cleveland. Ég trú aldrei þessum Golden State eða maður þyrfti að sjá Anthony Davis fara þangað til þess að hann bara einu sinni hugsa að LeBron væri að fara þangað og ég held að vægi treyjunar myndi hvað segir maður, skila meira að það gerði og þá er ég að tala LeBron er svona sýningarkall, hann veit alveg hvað sagan hann segir mikilvæg og af hverju hann gerir allt út af því en núna er hann að taka svona alveg frákvöruna ákvörðun frá því að hann verði núna með eina treyju sem gæti verið dálítið ljót og þá er ég að meina að við sjáum Celtic Shaq, Karl Malone hjá Lakers, Hakimi Raptors og það er svona Patrick Ewing í Orlando það er alltaf svona eigin ákvörðun í viðbót sem af hverju var þessi gæi þessari treyju nema vantar hann vinni og það er alltaf það sem ég held að hann sé að daldi að banka á ég er LeBron James og ég að fara til Philadelphia að gera þá að alvöru liði en það er ekkert alltaf svona ég skil alveg að það voru margir að segja hann er búinn að klára kaflinn í Cleveland hann fór til Cleveland og kláraði söguna sinna þar og það hefði verið súrt kannski að fara tilbaka en ég held samt, mér finnst það ekki hafa verið súrt af því að jú, hann var búinn að vinna hann var búinn að koma tilbaka og búinn að hvað segir maður skila loforðinu sínu en á sama tíma hann er frá Ohio og fitti meikar alveg sens en ég held bara að hann fíli í alvörun ekki James Harden og maður hefur verið að lesa ykkur á fréttir og en ég held að hann í alvörunni fíli ekki James Harden en það sem mér finnst kannski áhugavert að hann hafa ekki farið til Miami af því að ég er stóra Miami og ég, fólk spyr hver er bekkurinn, hver er menn að skjóta en Wiggins getur skoti hann er með fínustu skotendingu þótt ég segja mér ekki fyrir fram mér þeir voru að fá Tim Hardaway Jr. Davion Mitchell kannski svona eitthvað en Bam Adebayo var byrjað að skjóta mikið að þyrstum en og svo eru þau bara Heat þeir einhvern veginn finna Gabe Vincent þeir finna Tim Duncan Duncan Robinson þeir finna alls konar leikmenn upp úr engu þannig ég hef svo voða litla svona áhyggjur af því múfi og það hefði bara verið svona ég ætla að fara aftur til Miami og það hefði aldrei verið eitthvað svona það hefði aldrei verið skrítið en mér finnst mjög skrítið að sjá Photoshopin eða eigamyndirnar af LeBron í Philadelphia og sérstaklega með þeim orðum að hann mun búa í New York sem ég veit ekki alveg hvort séu sannir en það samt segir mér að það sem Rich Paul í podcastinu sem sagði er satt að hann ætla alltaf að fara til New York en hann ætlar ekki að hvað segir maður taka KD á þetta og fara til svo sem voru ekki Champions Golden State en hann ætlar ekki að fara til New York sem voru að vinna deildina hann veit alveg hvað ring chasing hvað hefur mikil áhrif og hann er ekki þarna hann er að fara til borgar sem hefur ekki unni í 43 ár og er eitt svona af lengri liðunum sem hafa unni titil fyrir utan Sacramento Kings og svoleiðis sem er að býja sér titli aftur svipað á New York var í gangi gegnum hann ef hann næri sig á þessum 1-2 árum að þá væri það rosalegt en ég held samt svona að á vellinum að þá er þetta hvað segir maður, þetta er
mér finnst það gott fit og fólk svona, það búið að vera mikið umræðinni, þú veist, ok, hvað gerur með og með 5 gæja sem vilja allir boltan í hendurnar og þú veist, og ego og fyrstilega LeBron hefur sýnt að senast ári að hann bæði emma hæfileikana þegar maður boltan í hendurnar, hann er ógeðslega klára leikmaður og maður sá það bara á móti Houston, svona lið sem var illa sett samsett, mæti svo bara B-liðinu plus LeBron og þú veist, ég veit að hann til einn var í þessu leikisliði en þetta var B-liðið plus LeBron og hann sýndi bara, ég er 41 árs en ég er samt með miklu meira reynslu, ég er 10 sinnum betri og fljótari hugsa en þið, þannig ég held að hann hefur engar áhyggjur, hann breytti líka hlutverkinu sínu með 3 vikur eftir að tímabili eða eitthvað þegar Luka 2 niður, það er ekkert allir sem geta bara breytt svona og kveikt á sér, sérstaklega í playoffs, hann hefur sýnt að drekka, hann getur það, þannig að þú veist, ég horfa á þetta Philadelphia og ég sé eina spurningamerkið og svona eiginlega eina ástæðan af hverju fyrir utan það að ég hélt að hann myndi svona ekki fara til annars liðs en Miami eða Cleveland út af svona þessu treyjukörsi en hann greinilega sér það ekki þannig er að hann er samt að setja öll ekki sín í Joel Embiid körfuna. Hann er að treysta það að Joel Embiid verði heill tímabil. Ég veit alveg að þú veist að þeir vantilega ekki búast til að spila 82 leiki og ég held að LeBron sé ekki sjálfur að búast til að spila 82 leiki en hann samt er aldrei heill einhvern veginn fyrir úrslitakeppnina og hann er svo, þegar hann spila svo þá er hann svona illa og ég held að hefði til dæmis verið annað sendir en Keita eða Vucevic í þessu Celtics-liði þá hefði hann ekki átt breyk. Við sáum að strax að hann mætti Karl-Anthony Towns og hvað gera það til dæmis? Ég horfði alla þessa leiki á móti Knicks og það var mjög augljóst að hann var veikilhekkurinn sérstaklega í þeirri seríu, hann var bæði búinn með alla orkuna sína og svo var Karl-Anthony Towns bara töluvert hraðar á löppunum, bara yfirhljópan eiginlega að spila hann af gólfinu og hvað svona hvað er svarið þar og þeir mistu Drummond til lagi, hann svo sem var ekkert eitthvað rosalegur en þú veist, hver er þá næsti af því að Dembona var ekki tilbúin, við sáum það og Huck Porti, þannig að þetta er ekkert rosa djúpt, þannig að þetta er aðal spurningi sem ég hef, veist, er þetta veist, er hann að fara að vera bara partur af enn einu Philadelphia liðinu sem klúrar? James Harden, Ben Simmons, Jimmy Butler, Tobias Harris, bara allir, Al Horford, allir sem hafa komið í gegn hana seinustu árin, er hann bara að fara að vera ein önnur fyllitriðan sem klúðraði? En ég veit ekki, mér langar að trúa og ég svona var einn af þessum sem held að hann væri kannski dálítið búinn fyrir tímabili því að hann byrjaði hægur og þessi leikur hérna þegar hann gaf upp þetta 10 stiga rönn hérna með assistinu í hotnið á Rui, þú veist, maður svona, já ok, er þetta kannski bara búinn, er þetta alltaf bara leikmaður sem er ekki búinn, getur ekki lengur hérna skora 20 plus, hann endaði tímabili með 20,6 og mér finnst eitt sem svona hann sýndi bæði, hann er rosalega svona adaptable, getur aðlagast ótrúlega mikið af mismunandi hlutverkum. En annað sem ég finnst líka fólk svona átta sig ekki alveg á þegar að tala svona hversu illa þetta lið fittar út með einhvern veginn Maxi, VJ Edgecombe og hérna Jaylen Brown, alla sem þú veist eru bestir með boltin í höndunum, LeBron líka og Joel Embiid líka, en þetta er samt ef þú tekur samanlega töluna á hvað þessir leikmenn skoraði meðaltali, þetta eru 120 stig og ég man ekki eins og Golden State liðið hafi verið þannig samsett að þeir hafi náð 120 stigum samtals áður en KD kemur til þeirra, þannig að ég held bara að þeir vart með það mikið gæði að það finnir sér lausn og ég vona svo innilega að undanúrslit næsta ári verða San Antonio, Oklahoma, Philadelphia og New York
Já, ég var í fórhundin bara að fá að vita hvað ykkur finnst, þú veist, haldið þetta verði ein önnur ljót treyjan eða haldið þetta sé alvörinu rétta múfið hjá LeBron að setja ekki sín í Philadelphia körfuna.